Ég heiti Guðbjörg. Ég var að spá í að tala um einelti. Jöp, kannski mitt og einelti almennt. Langar náttúrulega að segja strax að fyrir þá sem ekki vita þá er einelti ofbeldi og og er mjög alvarlegt. Ég ætla samt að lesa smá þar sem að kemur á Vísindavefnum. Ég googlaði þetta náttúrulega. Ég ætla að lesa þetta bara beint upp á textanum sem ég er með. Einelti er endurtekin ámælisverð háttsemi af hálfu eins eða fleiri saman. Það er að segja hegðun, athöfn eða athafnaleysi sem er til þess fallin að meiða, niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna, ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beitist að. Þetta á meðal annars við skilaboð eða aðrar upplýsingar sem miðlað er í síma eða með rafrænum hætti. Hér er þó almennt ekki átt við samskipti eða skoðanaskipti milli jafninga. Þetta kemur fram á Vísindavefnum og þetta er bara nokkuð góð lýsing. Já, en svo koma mér að því að þau oft eru að tala ýmsa hluti. Reynslur, upplifun og annað. Þá hef ég alveg kannski aðeins fengið að vita, eða svona vita og ekki vita, að ég veit ekki hvað ég er að tala og ég hef ekki upplifað eitthvað og get þess vegna ekki tekið þátt í umræðinni. Það er bara því miður ekki satt. Því í bæði sem að ég hef verið barn, unglingur og fullorðinn orðið fyrir einelti. Það er náttúrulega alltaf verið mjög mismunandi, enda einelti er náttúrulega bara ekkert alltaf eins. Þegar ég var barn, þá varð eineltið bæði af börnum og fullorðnum. Þegar ég var unglingur, þá var það semst frá unglingum og fullorðnum, en þegar ég var fullorðinn, þá var það frá fullorðnum. Þannig að ég í rauninni hef upplifað einelti oftast og mest frá fullorðnu fólki, sem er náttúrulega sorglegt, af því að oftast í umræðinni er talað börn, að það sé bara börn sem leggja einelti. Og það þarf að kenna börnum og börnin veit ekki betur og já, þið veitir hvernig umræðan hefur verið. Ég held að ég hafi samt verið unglingur þegar ég held ekkert, ég veit það, sem ég mér finnst að það hafi verið versta eineltið sem að ég hef upplifað. Þau eru afsakað, við horfum rosalega mikið niður, en það er að því ég er með texta, svona aðeins til þess að bara svona til að hafa, af því að ég tala ekkert rosalega oft þetta, ég svara ef einhver spyr mig, mér skiptir mig engu máli. Ég er búin að vinna í mínum mánum í dag, ég er búin að fyrirgefa þeim sem að áttu í hlut, ekki fyrir þau, heldur fyrir mig. Og það er náttúrulega mikilvægast. Í dag er mér drullu sama hvað fólk hugsar og gerir. Það er þeirra vandamál, ekki mitt. Ég veit líka að í mörgum aðstæðum þá var í rauninni, ég held að bara verið slæmt á þeirra heimili. Og það er bara svo sem ekkert í lagi að fólk leggi einelti þess vegna. En það útskýrir margt.
og það er bara eins og það er. En já, þegar maður er unglingur þá er maður náttúrulega að þroskast og vaxa og áhuginn fyrir hinu kyninu er náttúrulega breytist, þar að segja maður er fyrir það. Og það er náttúrulega að vera samþöktur og vera með í hóp og það er svo margt að gerast þegar maður er unglingur sem er náttúrulega bara stundum svolítið klippun. En svona er þetta bara, þetta þurfum við öll að ganga í gegnum. En ég held, ég hef örugglega verið 14 og það er ekkert auðveldur aldur. En þar sá ég hávaxinn og mjög myndarlegan strák sem hafði líka áhuga á mér. En við byrjuðum saman. En hann átti vin sem var aldeilis ekki sáttur með þessi plön og bara það held að það hafi bara byrjað eftir það. En það var náttúrulega þannig að þeir voru bestu vinir. Einnig voru þeir saman í félagi í smábæ þar sem við bjuggum. Það voru náttúrulega fleiri unglingar sem voru þar og náttúrulega að sjálfsögðu fullorðnir sem stjórnuðu þessu félagi. En við svona stelpuhópur fengum stundum að vera með og fylgjast með og vera með strákunum og sem var svo sem alveg gaman. En oft einhvern veginn í svona kvöldin þegar var spjall og fullorðnir farnir og þá var eitthvað fíflaskapur og stundum vorum við að spila, stundum fórum við í bíó, fórum á böll og drekka og ég veldi hún ekki verið að drekka 14. Nei. En já. Þarna eyddi ég örugglega mestum mínum tíma í þessum hópi. En það var náttúrulega, það var bara þannig. En það var náttúrulega kannski, veit ég hvort maður segja miður, en allavega óheppilegt fyrir mig að faðir sá sem þoldi mig ekki. Hann var yfirmaður þessa félags og ég held bara einfaldlega að honum hafi stigið það til höfuðs. Hann nýtti sér aðstæður, þessi strákur. En eins og ég sagði, þá var hann náttúrulega bara alls ekki sáttur við mig. Og ég held stundum að honum hafi fundist ég vera að stela honum frá sér eða taka hann í burtu. Auðvitað eyddu við náttúrulega stundum tíma bara við 2. Náttúrulega bara gerist þegar maður eignast kærasta. Maður vill vera svona saman bara og eyða tíma saman. En það er náttúrulega bara fullkomlega eðlilegt. En honum fannst það ekki. En smátt saman, þá byrjaði eineltið. En sko í rauninni fyrst, þá byrjaði hann að gera lítið úr mér. Ég var ofsalega ómöguleg, ég var glötuð.
En hann einhvern veginn sko passaði sig á því að kærasti minn væri ekki til staðar þegar hann var sem sagt að drulla yfir mig. En það kom náttúrulega alveg fyrir að hann gleymdi sér að hann sagði eitthvað eða gerði eitthvað þegar kærasti minn var til staðar. Og náttúrulega hann bað hann að hætta. En það hjálpaði ekki neitt. En smá saman þá versnaði eineltið. Það var mest andlegt og ég fékk að heyra ýmislegt, meðal annars að ég væri hóra og ég væri búin að sofa hjá öllum strákunum í bænum. Að ég væri ógeðslega ljót, ég væri leiðileg og bara margt annað. Ég má taka það fram, ég var 14 ára. En já, hann lamdi mig einhvern tímann í magann og svo fannst hann það bara fyndið. Hann hreytti í mig alls konar orðum og hryndi mér og í rauninni alltaf var það bara, þú veist, verra og verra. Á tímabili var það orð þannig að hann bannaði mér að vera með í hópnum. Hann bannaði hinum að tala við mig og hótaði þeim að þeim yrði hent út úr félaginu ef að þau myndu tala við mig. Og hótaði þeim náttúrulega, jú, eins og ég segi, að ég náttúrulega notaði sér aðstöður. Ég heyrði þau náttúrulega tala illa um mig og sagði náttúrulega mikinn ósannleika sem hann náttúrulega fékk hina til að verða á móti mér. Sem að náttúrulega gerist af því að þau þorðu ekkert annað en að trúa honum og ekki vildu þau missa sína stöðu og vera með í þessu félagi sem var skapandi og gott fyrir náttúrulega fullt af ungu fólki, sérstaklega strákum. En það var náttúrulega bara þannig. Akkúrat þarna þá var náttúrulega kærastinn minn ekki til staðar, en það var allt annað þegar hann var til staðar. En það var náttúrulega, það var mikið sko ef hann skrapp á klósettið þá gerðist eitthvað. Það var eitthvað hrætt í mig eða sagt eitthvað eða já. Svona var þetta eiginlega bara stanslaust örugglega í 1,5 ár eða bara eiginlega þangað til ég ákvað að flytja með sem sagt mömmu minni og stjúpappa og litlu systir til Danmerkur. Ég get alveg sagt að álitið á sjálfum mér var ekkert. Ég skar mig í hendurnar, hafði sjálfsvígshugsanir og bara leið mjög illa. Þetta tímabil í lífi mínu var vont. Ég hataði hann í mörg ár á eftir. Og ef hann hefði eitthvað komið fyrir hann eða hann hefði dáið eða eitthvað, þá hefði ég örugglega hrópað húrra. Í alvöru. En ég hef líka oft velti fyrir mér ef að pabbi hans hefði ekki verið yfirmaður í þessu félagi, hvort að þetta hefði orðið öðruvísi. En í rauninni get ekkert komist að því. Í rauninni einelti á þessum tíma var náttúrulega bara ekkert talað um það og ég þorði ekkert að segja frá því. En sársaukinn í hjartanu stækkaði bara og
það hefur tekið lengstan tíma að komast yfir þetta. Eftir þetta leið mér náttúrulega bara verulega illa og allt annað bara fannst ég bara vera ekkert. Það var einhvern veginn bara eins og ég væri ekki til staðar í eigin líkama, ef að það er hægt að útskýra þannig. Ég hef líka oft hugsað til þess að hef ég ekki flutt til Danmerkur, hvað hefði orðið um mig? Ég er ekkert endilega viss um að ég væri á lífi í dag. En ég get ekkert, ég raunin veit það ekkert. En já, ef það er einhver sem er nálægt þér, hvort sem það er barn, fjölskylda, vinir, kunningjar, nágrannar eða einhver annar sem er annarkvort lagður í einelti eða eru gerendur einelti, gerðu eitthvað. Og þá meina ég gerðu eitthvað. Af því þetta er aldrei gott. Og í rauninni með því að gera eitthvað og stoppa eineltið, það gæti bjarga lífi einhvers. En já, einelti er skaðlegt. Einelti getur drepið. Einelti kemur frá fólki sem er sjúkt. Virkileg andleg veikindi. Þess vegna er náttúrulega rosalega mikilvægt. Og þetta er náttúrulega líka til, ég kannski beini þessu að skóla, af því að gerendurnir, það eru þeir sem að þurfa að hjálpa að halda. Það eru hjá þeim sem að eitthvað er að og þeir þurfa hjálp. En hvað sem er og hvað sem verður, þá heldur lífið áfram. Nema þegar einelti drepur. Takk fyrir. Þetta er ein af mínum eineltisögum, mín versta. Og endilega hugsið ykkur um. En ef þið líkuðu þetta vídeo, endilega gerið like. Þetta er þörf umræða. Við verðum að halda áfram að tala um þetta málefni. Og endilega ýtið á litla rauða takkan niðri sem að ástendur subscribe og endilega subscribeið. Af því að ég ætla að koma með fleiri vídeo. Takk fyrir mig. Eigið góðan dag. Verið góðu hvort annað og stoppum einelti.